Þá eru þjóðsöngurliðana klárir, allt klárt í leikinn. Já. Herbert heiti ég og ætla að lýsa ykkur með þessu ásamt honum Friðrik. Já, hann að koma. Og við bara reynum einhvern veginn að fljóta í gegnum þetta. Ja. Gerum okkar best allavega. Ja. Til vores danske seere, så siger vi hej og velkommen til fjernsynet. Vi ser på landskamp mellem Island og Danmark i U21 herrer. En træningskamp. Så velkommen til. Wow, ég var bara að segja að ég var komin til Danmerkur hana. Vel gert. Já, já. Það er svona. Við sjáum hérna Íslendingarnir byrja, þetta er nú nokkuð sterkt lið. Við sjáum hérna, þetta eru leikmenn sem eru að spila í stórum hlutverkum í sínum liðum í ólistildinni og einn atvinnumæður. Hjá Dönunum þá er þetta náttúrulega allt strákar sem eru á samningi hjá liðum í efstu deild en eru svona að spila mismikið. Svona þeirra stærsti prófíl er ekki með. Vegna meiðsla þá? Já, hann var kallaður inn í A-landslið en meiddist. Já, það eru rosalega kröftulegir Danir, sko. Stórir og sterkir. Svona við svona leiðum bara í gegnum nöfnin svona kannski bara hérna bara eins og leikun líður. Já. Byrja hérna að taka, hann kalla Kairó, sækja svo á. Já. Góð vörn hann fór í skotmyndir á. Já. Komum veg fyrir hann náði skotmyndir. Þetta var hann Tobias Mygund. Flott vörn hjá Tryggva. Já. Danir sækja Bröningur. Ja, bara ekkert. Klikki á honum Nikola Júl Pedersen. Fyrsta sókn Íslands í leiknum. Já, sjáum við þeir spila hérna með réttendan hægra megin. Náttúrulega Ísak Gústafs meiddist á æfingu í vikunni. Náttúrulega margir góðir réttendi leikmenn í þessum árgangi. Já, rosalega margir. Já. Já. Lúxusvandamál. Lúxusvandamál. Koma hérna Einar, Andri Rúnarsson. Ágætis byrjun hana. Já. Skot. Það leikmaður Stuttgart. Átti frábært tímabil síðast árið með Stjörnunni. Já, með Fram. Með Fram segja ég. Stjörnunni þar á undan. Stjörnunni þar á undan og var líka frábært þar, sko. Já.
Sjáum, taka vel á honum. Það Jakob Rasmussen sem hérna á miðunni, leikmaður Skjern. Já, góð vörn. Góð vörn, Íslendingarnir að spila hörku vörn hérna. Já. Fyrstu 2 mínútur leiksins. Já. Það að leita að færinu hérna fyrir hann Tobias Mygund. Gott skot Elvari Jón. Það keyra. Sækja á Gummi. Og Andri Einar. Andri aftur og Íslendingarnir róa stillu. Já. Andri heldur á miðunni. Já. Sjáum að hérna Benni byrjar í horninu. Hann er alltaf búinn að vera að spila stórkostlega á miðunni hjá Val. Já. Félagur leikmaður sem getur spila hvar sem er á vellinu. Já. Já. Sér maður svolítið líkamlega styrk. Já. Hjá Dönum. Hávaxinn í markinu, hann Mikkel Löfqvist. Ekkert ósvipað á Axel og Landing. Já. Þetta leikmaður Bjerringbro. Já. Sjáum hérna Andri sækir á. Frábæra línusetting hana á góð markvarsla. Þetta verður hann bara að nýta, hann Tryggvi. Mikkel komið með 1 varið. Og sækir hratt. Setja hann bara í gólfið undir klófið á hann og þetta farið inn. Reyna að opna fyrir hornið. Það er bara að harka, láta finna svolítið fyrir sér. Mikkel Lang hérna í hægra horninu. Hann er einnig leikmaður Skjern, hann er með 3 leikmenn Skjern hérna inn á. Og þeir allir að spila mikið? Þeir að spila svona mismikið. Þeir allir að spila eitthvað en ekkert svona, það er enginn í svona stóru hlutverki. Tryggvi við enn eitt boltan, hraðaflöpið, Benni. Já. Skorar 2-0. Fljótur upp, Bendir. Já. Og hann stelur boltanum aftur. Já. Hoppar sér á hann. Já. Og það var Kristofur Máni. Og hann skorar. Já, úr öfu og hodni. Já. Það voru frábærar hérna. Já, frábærar nokkra sekundur. Já, það var skemmtilegt. Sjáum hérna að það er svona, þeir eru nú, þessi lið spiluðu 2 æfingarleiki í, gott ef ekki, bara október, nóvember í fyrra. Já. Og þá voru var stórsigur hjá Dönum, sko. Já, þannig að... En íslenska liðið er nú aðeins sterkara síðan þá og Danirnir kannski að gefa aðeins fleirum tækifæri. Já, og svo er bara alltaf gaman eins og við segjum að sjá framfærir. Já, það er vel gert. Hjálparvörnin góð. Já, Tryggvi er að spila frábæra vörn hann í þristinum. Alltaf styrkir á rosalega, hann er ekkert búinn að vera með í síðustu verkefnum hjá þessu landsliði, þannig að hann styrkir á rosalega varnarlega. Já. Spurning hvort að fyrsta gula spjaldið kom ekki bara núna. Já. Það er Tryggvi. Þú kallaður þetta Tryggvi. Já. Þú baðst þetta? Já, bara... Já, með þjálfarinn eins og ég sagði mér alltaf að það væri gott að fá guldspjald. Þannig að við fögnum þessu. Það er bara sama sem við sem að berjast. Já. Sjáum hérna. Maská kemur hérna fyrir utan hann línumæðurinn, leikmaður GOG. Og fyrsta markið komið hjá Dönunum. Nikolaj Júl Petersen, leikmaður Fredericia. Þurftu að hafa mikið fyrir þessu Danir. Já. Löng sókn, með að spila góða vörn, hann leiðilegt að hafa mikið mark á sig í þessari sókn. Öflug vörnin. Já, mjög. Mjög hreyfanlegir og... Íslendingarnir fara að róla af stað. Já. Förum við í Kaíró. Guðmundur Bragi. Frábær árás þarna og frábært spil og í gegn. Já, skorar. Þannig að með Guðmund og Andra eru fljótir á fótunum og þeir eru eiginlega opnið svolítið fyrir hvorn annan þannig með þessum hreyfingu sínum. Það er líka bara með mikinn handbolta heila, allir. Það eru rosalega svona flinkir strákar í þessu liði.
Danir sekja á. Danir á hratt spil hérna hjá þeim, reyna að opna á. Gott skot, aftur Nikolaj. Það sterkur hann í hægri skeytinu í það. Já. Og Benni sækir víti. Hröð miðja, sækir að. Virðist það meitt sig eitthvað hana. Það vonandi það sé ekkert alveg, heyrðu, 2 mínútur. 2 mínútur á, það er markaskorarinn, það er Nikolaj Júl Petersen. Búinn að vera allt í öllu hana á tönunum, 2 mínútur og 2 mörk. Vonandi þetta sé ekkert alveg til hann. Við sjáum hérna, það eru náttúrulega skemmtilegt að segja að Arnór Atlason, þjálfari Danmerkur. Sjáum að hann hérna bara rólegur. Flott víti hjá Gummi. Gummi öruggur á línni. Þeir taka markmann út af. Það er gaman að sjá hérna íslensku kempinu. Svo erum við Róbert hérna sem aðstofþjálfari hjá okkur. Já. Inn á kemur Óskar von Oettering. Hann er rétt þetta núna hæra með Danir. Já, og svo kemur Kæra hreyfingin og hann er komið réttu megin og sækir svo í hinn áttuna. Já. Flautu. Þarna vorum við heppnir, stálheppnir. Já, við vorum eiginlega heppnir. Og já, Andri nær þessu. Og hann tekið vítakast. 2 mínútur. Öflugur hann Andri hana, það var öflugt. Hann fyrir Gummi aftur á vítalegna. Það var vel gert. Sjáum þetta hérna aftur. Hárrétt. Þeir sleppa 2 mínúturum. Það er sleppt við því. Það var kannski. Gummi aftur á punktinn. Já, gott víti, öruggur á vítalegna. Sjáum hérna hvað Danirnir gera. Ennþá einu færri, 37 mannin. Þeir reyna náttúrulega að éta klukkunni eins og þeir geta sko. Jakob Rasmussen og svo Óskar von Oettering. Danirnir eru bara svolítið vandræðin sóknarlega nú að hérna fyrstu mínútu lausir. Já, við erum að spila hörkuvörn. Á 2 mínútur, hrinding. Þetta sé rétt. Tryggvi, 2. Ég sé þetta bara aftur hérna. Já. Hérna hvað er spila einu fleiri. Þá eru Danirnir konum með fullskipa lið. Óskar, markið bara. En reyna að fá ruðning hérna. Ég held að þetta hef ekkert verið ruðningur. Óskar von Oettering. Tvær mínútur búnar hjá þeim. Já, þá voru við. Þá kemur Nikolaj Pedersen aftur inn á. Engan í markinu hjá íslenska liðinu. Já. Komum við hérna í Kæra hreyfinguna, Andri inn á miðju. Elvar Eli kom inn og náttúrulega selfisingu leysir af selfisingin á línni. Einar. Vítakast. Það hringt í hann. Áfður Gummi aftur á vítalínuna. Danir skiptir markmann. Þá kemur Mattias Rex inn á leikmann GOG. Hann er að fara að leysa Viktor Gísla af á næsta tímabili og verður einn af markmönnum GOG í úrvalsdeildarliðinu hjá þeim. Það er alvöru skór að fylla. Alvöru skór. Já. Og Guðmundur bara heldur upptektum hætti og skorar. Komum 4 mörk, 3 víti. Já.
vel spilað. Já, vel slúta líka. Já, Jókim Alls, leikmaður GOG. Já. Það er ágætis skóli að vera í. Já. Það spilaði vel. GOG hef ég heyrt, ég ætla að selja það ekki dýran ég keypti það með frábæra akademíu í Danmörku. Já. Rétt hjá mér. Fá sína í gegnum, svona, eru með svona skóla hana sem er tengt við, sem heitir Óri. Fá það unga inn þar. Geta ósvipaður að gera í Barcelona. Já. Andri Sæki fríkasti klókt og við erum með fullskipa lið. Já. Komum nú vel út úr þessum mínútum. Við vorum einu færri. Andri þessir inni. Það er rosalega skemmtilegu leikmaður. Já. Andri. Það eru margar skemmtilegar típunar hérna í þessu liði. Já. Það er skemmtilegt lið svona að vinna með. Já. Víti á Guðmundur Bragi missir mannin sinn. Tobias Bondi Nýgild. Og Jókim Alls fer á línuna. Þá treystuðu bara á Jón. Já. Já, örugur. Öskur úr stúkunni, vá. Það er stemming í stúkunni greinilega. Já. Sjáum að inn á kominn Jónas Raundal. Hérna í þristinn. Frábær línusending hana og gott slútt. Tryggvi. Oft sagt um Gumma, hann sem er auðvitað hnakkanum. Það sér allt. Þetta er fallegt. Já. Sjáum hérna. Ennþá sama út í lína hjá Dönunum. Kominn nýr línumæður. Það var gaman að fylgjast með Tryggva í vörninni, hann kveikur og svona annað vítakast. Aftur missi Gummi manninn sinn. Hann er svolítið ákveðinn að sækja hana á milli 1 og 2, Gummi þarf að vera kannski spurning hvort að Máni þurfi ekki, eða Kristófur Máni þurfi ekki að hjálpa honum að loka. Hjá Jakob Rasmussen. Jókim Alls á línunni. Sláinn. Það flýta sér hægt hérna. Þeir eru Gummi sækir á. allt í einu. Tjekka hvort að Danni verður ekki örugglega vakandi hana. Bara henni Júka. Já, og svo leysingin inn á móti. Já. Einar. Ég hefði nú bara viljað fá mark hana. Ég hugsa þetta sé nú lína, ég sé lína alltaf á hann. Jæja. Benni kemur út. Að spjalda hana. Alveg nauðsynlegt að stoppa sóknaruppbygginguna hérna fyrir þetta eina spjald. Já. Hérna. Þarna frábær árás. Góð vörn. Vakandi. Þetta var að segja að hendin fara að koma upp. Mets Jakob. Nú er Andri. Glæsilegt. Einmitt þegar ég ætlaði að segja að nú verðist þess að danska vörnin sé farin að þéttast af. Þá kemur Andri með þetta frábæra skot. Tryggvi. Tryggvi aftur hana. Hann að spila vel á vörninni. Já, mjög vel. Sjáum hérna
Tómas Sigurðarson, leikmaður Vals að gera sig klára, kom inn á. Pússar í hann. Tveggja mynda Báttursson á Tryggva. Númer 2. Eftir kortersleik. Það slæm tíðindi. Þetta bara hárrétt, hann pússar í hliðina á honum. Þá spurning hvort að Tryggvi sitt ekki bara hérna næsta korter. Ég hugsa það. Sjáum hvað spila hérna, Danirnir, einum fleiri. Tobias upp, mark. Tobias Mygind. Þá kemur Elvar inn á línuna, staðan fyrir Tryggva. Já, selfisingu fyrir selfising, bara eins og áðan þegar Tryggvi fekk 2 mínúturnar. Markmaðurinn út af náttúrulega. Guðmundur Bragi. Það einhver darradans hann á línunni. Já. Þeir vil ekki sjá þetta peysutog. Já, mér finnst þetta svona smá verið að stoppa leikinn á vitlausu tempo á tímapunkti. Já, leifa þessu aðeins að fljóta. Já, alveg hægt að tala við á seinna. Hann voru eiginlega hálfpartið komnir í gegn. Og svo sækja hann auðvitað frábært skot. Aftur spilaði Tobias, Nikolaj, Jakob Rasmussen hérna. Velvarið. Vakandi, já. Velvarið. Þá kemur Tómas í hérna í hornið. Spurning hvort við fáum ekki að sjá Benna bara á miðunni fljótlega eftir. Örugglega. Það eru rosalega margir góðir réttindi leikmenn í þessu liði. Utan hóps í dag veikur til dæmis Þorsteinn Leó sem spila vel fyrir Aftureldingu. Já. Guðmundur Bragi. Þeir spila fyrir Haukana. Frábært mark hjá honum hann. Já. Vil ekki fá mikið flóta bolt á leikinn held ég. Nei, við viljum sjá aðeins meira flæði, leifa þessu aðeins að fljóta. Það kallar maður hérna svona á fagtungunni leikskilning. Já, Danni spila vel hana. Já. Góð línusetning. Jónas Raundal. Gummi og Andri. Já, bara markið. Glæsilegt. Já. Þeir eru að tengja rosalega vel saman. Þeir eru með sikkur markið. 5 mörkin eða ekki? Jú. Þeir eru búin að skora 10 mörk hérna saman. Já, þeir eru að ná vel saman. Sjáum að liðin svona aðeins farin að rúlla. Það er búin að skipta í hægri hornum hjá Dönunum. Viktor Nevers, leikmaður Sönjuske. Rándal. Já, Jón Ver, glæsileg markvarsla hann. Það voru að skilja hann eftir, keyra á það. Andri. Guðmundur Bragi, Andri. Næra boltanum, nei. Klókur hana. Sjáum það að Guðmundur Bragi.
Bragi er komin í varnarskiptingu. Já, við ætlum að vilja koma honum Arnóru Viðars, leikmann IBVF hérna inn á í vörninni. Já. Og ítir hann á takkan. Á takkan. Takkan góða og tekur leiklið hann Arnór Allarsson. Hvað ætla hann komi með hérna fyrir á? Það fyrir að finna einhverju... Það ætla hann sig ekki að vera að kenna þeim að vinna silfurmedalíu á Ólympíuleikum. Þessu leikli. En þeir hafa nú góða reynslu af íslenskum þjálfurum. Danirnir. Já. Með Gumma. Þannig að hann hlýtur að vera aðeins að skerpa á varnarleiknum því að þeir eru að mæta, þeir eru að fá Gumma og Andra hérna á sig á þvílíku tempói. Já, heldur betur. Þeir þurfa að þétta vörnina heldur betur. Já, hann er búinn að fá sér 13 mörk. Já. Aftur mátti hugsa ég að Róbert og Einar Andri hérna hjá Íslandi séu bara ánægðir með sína menn. Já. Þettur í vörninni og svona. Spila bara virkilega vel hérna fyrstu 20 mínútur leiksins. Já. Ég er eiginlega sérstaklega ánægður varnarlega. Með liðið varnarlega. Já, það er flottir sko. Við sáum að Jóhannes Berg Andrason mættur í hægri skiptuna. Þá fá þeir Örfendan fyrir utan. Leikmaður Víkings búinn að spila mjög vel fyrir þá í deildinni og held ég bara einn af svona tölfræðhæstu mönnunum í deildinni. Já, bara í deildinni. Já, yfir löglega stöpp og mörk og annað held ég. Alla annað löglega stöpp, veit ég. Það verður spennandi að sjá hann hérna núna að taka móti dönsku strákunum. Já, Tobias. Já. Og Máni var hann alveg. Rosalega frýr. Kristoffer Máni var frýr. Spurning hvort Einar hefði verið að tala um enga 50-50 bolta. Arnór, þetta er náttúrulega annar réttendur fyrir utan sem getur spilað. Eyjastrákur. Já, Andri fær pásu og kemur. Og Kristoffer Máni kemur út af. Já. Þá kemur Gauti Gunnarsson, leikmaður IBVF inn á. Þessi árgangur hjá IBVF er hörkugóður. Góðir strákar. Það er bara þessi árgangur yfir höfuð hérna. Já, þetta eru hörkustrákar hérna sem eru farin að láta sig kveða í Ólistildinni, sko. Einar Bragi. Sjáum hérna. Nú komum við henni í Kaíró. Línumæður fyrir utan. Guðmundur á að koma svo á þetta hérna núna. Sækir fram hjá honum. Já. Hafi. Sjáum að það komið náttúrulega nýr í hérna Viktor Klöfi, leikmaður Álaborgar mættur í þristinn með honum Jónasi. Það kemur Ebba Guri Æjarsdóttir að sópa. Já. Hendin komin upp. Já. Tveggja mínútna brottvísun fyrir að slá í andlit. Já, það er Viktor Klöfi. Þetta sé ekki bara hár rétt, hann er í kjörstöðu til að segja þetta. Hann ríkur hann út í hann. Já, hár rétt. Þarna bara svona, á hann bara eiginlega að vera rólegri og bara taka háurnuna. Já, við fáum nýja sókn. Hans og æstur, já, sjá hvað við spilum hérna einu fleiri. Leysir inn á mitt 1-2 og Guðmundur á að velja. Glæsleg vörn hjá Nikola Júl. Já, klók vörn, hann að vinna boltan. Fara svo bara rólega stað í sóknina. Já. Danir taka markmann út af. Já. Jafnaði þetta út í sókninni. Aftur spilaðir hérna og til þess að fá örfnöldu skiptuna og svo Tobias að koma á þetta hérna. Góð vörn. Já, Íslendingarnir að halda vel hann núna, varnarlega, sérstaklega hérna í miðju varnarnar. Já. Mikið þéttu pakki þar. Já. Stoppa tíman. Nei, ekkert að hérna. Hendin er komin upp, sýnist mér hérna. Já. Og kemur aftur strax hreyfingin, hugsa ég. Hérna, strax.
15 upp úr skónum. Tobias Mygund. Góð sending hana hjá Gumma. Og glæsilegt vel gert hjá Gauta. Já, hoppar hana, fékk snertinguna, tókst þetta í. Það var náttúrulega fyrsta marki í smá tíma og búið að vera smá brass. Þá fær Guðmundur Bragi smá pásu og Benedikt að fara að koma á miðjuna. Já, ég er spenntur fyrir því. Já, það er náttúrulega bara hörku miðjumenn allir. Guðmundur Bragi, Benedikt og Andri. Það er rosalega sterkir í miðjumannstöðunni. Örfandi komin alveg út þarna alla meginn, þá viltu bara markmannum verja. Óöfnir fyrir Íslendingarnir sækja rætt á. Benni rekur hann. Nikola Júl skorar sér. Óöfnin hana. Vinna boltan. Jóakim Alls. Jóakim Alls með sitt þriðja mark. Já, nú hraðar Bebbi. 14-10. Það eru fljótir að refsa Danir hefur missum boltar. Já, það bara snöggir upp. Sjá hvað við fáum hérna. Arnór líka komin í vinstri skyttuna. Einar Bragi fannst maður pásu. Sóknarlega. 2 mínútur Brottvísun. Brottvísun. Hann er nýkominn aftur. Þetta er Viktor Klöfi. Já, hann er að dæma hérna á peysutók. Hann er næstum búinn að rífa nú bolnum. Sýndist Arnór Atla ekki vera sáttur með þessa 2 mínútur Brottvísun hins vegar. Hann er ekki sammála Svavari. Hann er ekki búinn að spila margar mínútur, búinn að samt fá 2 mínútur, tvisvar. Já. Vel gert. Þá kemur Andri Már Jónasson. Hann tekur fram úr Guðmundur bara, er orðinn markaðastur. Og vera rosalega vaxandi undanfarin ár. Já, náttúrulega búinn að vera að spila náttúrulega í Bundeslíkunni með Stuttgart í vetur. Og við vinnum bolta hérna. Já, Arnór. Glæsilega gert þarna. Nú erum við komin aftur í 6 mörk. Danir fara hérna í Kaíró. Íslenska vörnin er rosalega þétt. Elvar og Einar. Háörnin tekur þetta, þríkast og dæmt. Og þeir halda áfram að halda þetta úti. Já, stutt í mannin er hann, það er bara tíma á leikleysa. Annars voru þau komnir hann búin að spila sér í dauðafæri. Andri kemur aftur út af. Já. Og kemur Jóhannes aftur inn. Já. Haramenn. Benni, mitt 1 og 2 vítakast, hárrétt. Já. Skemmtilegt hana. Þetta er skemmtilegt kerfi. Já. Tómas búinn að leysa hann inn. Og blokkarar utvert og tvist inn. Og Benni hleypur í gegn. Einhvern veginn hugsa ég að þeir hafa spilað þetta áður í Val. Já, það leit svolítið þannig út. Guðmundur á punktinn.
Og hann jafnar Andra. Þeir eru í hörkukeppni að vera markahæstir hérna. Vera markahæstir. Í sitt 7. mark. Guðmundur Bragi var til dæmis ekki með í leikjónum núna hérna fyrir áramót. Nei. Vegna annað í skóla. Já, þetta var í miði prófatörn hérna í Háskólanum í Reykjavík. Já. Nokkri strákar heldur sem eru þar bara í þessu lið. Já. Vel menntaður og góður í handbolta. Hvað viltu annað? Og Danni tapar boltanum. Sjáum hérna. Ekki neitt, segir. Nei, ég hugsa þetta sé bara rétt. Sjáum hérna. Sterk árás. Góð vörn hjá Elvari. Sterkur. Já, nautsterkur. Hann var náttúrulega bara hérna bikarmeistari með 3. flokks Selfoss bara fyrir viku síðan á sama húsi nema bara dúkur á. Já, líður vel hérna greinilega. Já. Glæsilegur hávörnin hjá okkur að gera góða hluti. Já. Nú eru öflugir. Og núna Arnór Viðarsson sem tók hennan. Já. Bara vörnin heilt yfir, búin að vera geggjuð. Já, 10 mörk á sig í fyrri hálfleik. So far, það er ennþá mínútu eftir. Viktor Klöfi kemur hérna inn á. Og Jón Ver. Jón Ver. Jón er líka að verja vel, hvað er þetta? 3. skotið hans. Já, þeir eru náttúrulega búin að vera mikið heila bara skjóta annarkvæmt framhjá eða stangirnar og náttúrulega verja þetta í hávörninni. Það hefur ekki reitt mikið á hann. Nei. Það er búið að koma með nokkra svona sjónvarsvöslur sem að kalla það. Þá tekur Einar leikli. Hann nýtir á takkan góða. Þessi takki komið til að vera hérna í deildakefni líka kannski. Já, það er stefnan. Það vonandi að menn fari ekki að slysast leita óvart á takkan eins og sumir á EM. En það er bara komnar viðurlög við því. Já. Sjáum hérna, alltaf hann sé ekki að stilla upp í eitt loka kerfi. Fara inn í hálfleikinn með 8 mörk. Það væri rosalega sterkt. Líka mótið svona sterku lið í Dana, þá eru við að spila hérna bara mjög vel. Sko. Mátt okkur því hérna að íslensku strákarnir eru að spila bara rosalega flottan leik. Já, ég er hrifinn af þeim. Mér finnst þeim góður í vörn og bara spila vel saman í sókninni. Já, mér finnst þeir rosalega agaðir sóknarlega líka. Já. Það er ekki mikið um einhverjum svona vitlausu eða svona neitt, engar 50-50 sendingar eða neitt, bara allt. Allt mjög vel gert. Já. Sjáum hérna. Og kemur bara byrjunarlið inn á. Allir, já. Benni er búinn að leysa inn. Gummi sækir á. Þeir hafa ennþá 20 sekundur. Hendin komin svolítið snemma finnst mér. Endar þetta ábyggilega skoti í Andra. Eða Arnóri. Á hérna. Vel gert. Núna er... Sástu hann að smá taktar, hann er Arnóri liggja á honum. Hann er ennþá... Og Arnór upp í skotið. Og það var... Það er Mattías Rex. Klukka hringdi ekki. Já. Það er greinlegt. Álfur er svona æfingaleikja bragur á klukkunni hana. Já, hann er bara að velja eitthvað vitlaust hann. Okkar bestu Siggi á klukkunni. Já, og það var bara komin hálfleikur. Herðu, já, það er bara tökum smá pásu og komum aftur. Vi ses om lidt. Vores danske venner. Og hej.
í stöðunni 17-10 og Íslendingar byrja í sókn. Sjáum að það hérna sama lið hjá Íslendingum fyrir utan það að Gauti byrjar hérna í hægra horninu í staðinn fyrir Kristófer Mána og Magnús Gunnar Karlsson mættur í markið. Já, ætli sé að skipta þessu hálfleik og hálfleik. Já, svona. Við erum satt með 3 markmenn í íslenska liðinu. Já, sjáum að hérna... vel gert. Frábær, þá sækir Benni vítakast og tveggja minn á brottvísun. Það er Viktor Neves. Gott spil hérna. Danir eru bara í vandræðum með okkur. Vartanar. Já. Sjáum að Gummi hérna. Áskipta Danir markmann. Mikkel kemur aftur í marki. Hann ekki komið inn á sem bara fyrir áleik. Og hann ver! Mikkel Löfqvist. Þessi strákur minnir mig svolítið svona á kollegans, Landín. Svona í hreyfingum og í hæð og svona. Já. Kannski að hann bara danskur, ég veit það ekki. Já. Danskur markmaður. Sjáum hérna Danirnir, smá breytingar. Rasmus Matsbull, Vengeg mættur í vinstra hornið. Við höldum áfram að spila góða vörn. Tryggvi er kominn aftur í þristinn. Og Nikolaj Skute Sørensen. Þetta er Tryggvi. Það er búinn leikurinn í honum. Já. Það er Tryggvi bara farinn. Ég sé að Róbert er ekki sáttur með þessar 2 mínútur. Já. Tryggvi tekur brúsan sinn og fer upp í stúku. Já. Stutt gaman í honum hérna í þessum seinni hálfleik. Eins og hann frábær varnarmaður, hann er svolítið áræðinn. Já. Óþarfa brot kannski hana. Já. Ósáttur með sjálfan sig. En það var mark. Hver var það sem skoraði hjá dönunum? Viktor Klöfi. Annað mark, fyrsta mark. Og Andri, já, við tökum frákastið. Elvar tekur frákastið. Við byrjum þetta ekki rosa sterkt, hérna, fyrstu 2 mínúturnar. Danir fara hægt af stað. Við byrja að sækja núna. Góð vörn hana hjá Benna. Slæra hann út af. Já. Og þeir finna línuna. Vítakast. Þá fær Maggi að spreita sig markinu í viti. Leikmaður Hauka spilar meira með liðinu heldur en aðalinn og hefur bara spilað vel þar í vetur. Já, hann kom nú inn á í síðasta leik hjá Haukum. Varði vel í lokin á móti HK. Já. Já, vel gert. Mikið lang. Það var örugt. Já. Erfitt að verja þetta alveg niðri við stöng. Já. Og Íslendingarnir sækja bara rólega á og þeir hugsanlega bara vinna upp tíman, fá markmannin aftur inn. Já. 5 sekúndur í næsta mann. Já. Andri sækir átæðina. Það er bara alla leið. Skorar. Skorar með vinstri. Glæsilegt. Það finna Jónas og hann skorar. Þeir eru að finna svolítið línuna, Danir. Já.
Það var góð sending hjá Nikolaj Sørensen. Og sækið Andri var aftur á. Gauti kemur út. Hann fer bara upp. Nei. Guðmundur Bragi skorar. Og þessi þetta ætlar að vera hörð keppni hérna hjá Guðmundi Braga og Andra. Við erum konum með 14 mörk hérna samanlagt. Af 19, það nokkuð gott sko. Já. Þeir að tengja rosa vel saman hérna. Spila bara vel. Danir orðir örvandingafullir. Og þetta bara með marki. Viktor Klöfi. Fast skot. Já. Bara stilla upp, prófa þetta aðeins. Já. Fá aga á sóknarleikinn. Kemur Guðmundur aftur inn. Arnór og Guðmundur eru í varna- og sóknarskiptingu. Já. Arnór tekur það örugglega yfir hjá hann frá Tryggva stjórnunina á varnarleiknum. Já, frábær hreyfing og vel varið. Mattías Rex. Sjáu hvað er snöggir upp. Já, góð vörn hann og hvernig ná ekki boltanum bara. Já. Íslendingarnir leita hann sig, sækja á. Finna hornið. Og mark. Skjutur hann hana. Rasmus Wenke. Danni byrja seinna áleikinn af krafti. Þeir ætla ekki að láta allt yfir sig hérna síðan mér. Hann hefur örugglega lesið vel yfir þeim í hálfleik. Já, mér sýnist það. Arnóri langar greinilega ekki að tapa stórt fyrir Róberti. Nei. Búið að vera svolítið svona brasa á okkur núna, sóknarlega í seinni hálfleik. Hún skora 1 mark. Nei, ég er að bulla. Jú, 2 mörk. 2 mörk, já. Nikolaj Sørensen, afturvinnaði boltan. Bara töpuð boltanum hérna. Já, við geta minkað þetta í 2 mörk. Danni fara bara rólegir af stað. Já. Vita það að þeir eru ennþá inn í leiknum. Heldur betur búin að koma sér inn í leikinn hérna á fyrstu 7 mínútum í seinni. Já. Og hvað, 8-7 mörkum yfir? Já, búin að vinna upp 4 mörk, 5 mörk. Stemming í danska liðinu núna. Já. Já, og Einar Andri tekur leikli. Já. Skynsamlegt. Kemur smá aga í þetta. Já. Sjáum bara hérna. Hann vill fá bara sama takt og var í þeim í fyrra leik. Það gerist fljótt í handbolta, hvað er búin að vinna upp núna 5 mörk á 7 mínútum, 8 mínútum. Já, og Danir eru bara að spila virkilega vel hérna í seinni hálfleik. Já. Við erum líka búin að klikka víti og svona. Já, við erum búin að vera klaufar og við erum að vera að reyna erfiðar sendingar og svona ekki jafn agaðir núna sóknarlega svo við vorum í fyrra hálfleik. Já, og ekki sama grimd í vörninni. Nei, það er mikill missir að missa Tryggva hana strax á fyrstu mínútu. Já, Tryggvi var líka á köflum var hann ekki með í fyrri hálfleiknum. Þá voru við að spila hörkuvörn. Já.
Svo líka hefur hann örugglega bara lesið vel í þeim í hálfleikan Arnór. Já, það finnst mér líklegt. Já. Máni kominn aftur inn á í hornið fyrir Gauta. Já. Sækir á þetta hérna. Já, glufa hérna. Einar, nei. Máni vill fá eitthvað hérna. Já. Ekki alveg nógu sáttur. Nei. Og hann hérna kemur aftur út. Já. Járás, lýsir inn. Já. Já, Andri nær þessu. Hér á að standa upp hann Svavar. Og Kristján Máni er orðinn pirraður hann á einhverju peysutögi hjá dönunum. Já. Vill fá eitthvað. Dómarinn er ekki alveg sammála. Nei. Sjáum hérna. Höndin er komin upp. Höndin komin upp. Kemur Guðmundur og hann fer upp. Varið. Já, Mattías Rex. Já, Andri nær boltanum hana. Og hann er með Guðmund með sér sem að spila á Benedikt. Glæsilegt. Gott spil hana. Já. 3-2. Benni með sitt annað mark. Já. Skemmtilegt slút hjá honum. Komaður henni svipaðar hreyfingur hafa verið að gera allan leikinn Danir. Já, vel spilað. Og Jón er kominn aftur í markið, verið þetta. Einar Bragi. Já. Nei, ekki dæmt. Það er að viðurkenna að ég er ekki alveg klárað ykkur Jón Þórarinn er að spila. Selfoss. Hann er að spila í Selfoss. Já, hann var maður leiksins inn í bikarúrslitaleiknum fyrir viku síðan í þriðja flokk. Já, þetta. Margir leikmenn sem að koma hana frá Selfossi. Já, þeir eru 3 í hópnum. Og 4. hefði náttúrulega verið Ísak en hann meiddist. Já, Viktor Klöfi kominn alveg hínum megin. Hann er í gír. Já, með 4 mörk. Og Arnór. Nei, þessi bara út af. Andri. Kastar honum hann út af. Já. Bolti fór fram. Já. Fram á gang. Já. Danir geta þá minkað þetta í 1 mark. Já. Verða íslensku strákarnir bara standa þetta vörnuna. Já. Það komið árás hana. Ottening. Gera það. Já. Óskar von Ottening. Hún har minkið 1 mark. Munurinn hefur bara ekki verið svona lítill líka hvað í stöðunni 1-0 hérna í upphæðu leiks. Já, ég hugsa það. Þeir er ekki nógu þéttir. Varnarlega. Það liggur mikið inn. Andri nær honum aftur, skorar. Skorar. Heppnin með honum hana. Hann assistar sjálfa sig svolítið hana. Já. Já. Tveggja minna brottvísun. Já, rífur smá í hann. Sjá hérna. Ég veit það samt ekki. Ég er ekki samfærður sko. Leyfa þessum mönnum að kljásta aðeins. Já. Herða á fyrir komandi verkefni í framtíðinni. Þetta er líka svona klaufalegt. Já, býður svolítið upp á þetta. Já. Hann beinar hendur út og... Finna hornið.
Já. Slúta vel úr hornmánu. Já, Rasmus Venninge. Mikið 1 á ný. Símon Mikael inn á. Símon Mikael Guðjónsson, leikmaður HK. Í vinstra horni. Bróðir Sigvaldar Guðjónssonar, landsliðsmanns. Þetta strákur sem fór á axl í snemma á tímabilinu en hann er að koma tilbaka. Já. Það er að dæma hennar fríkast. Á kemur Benni fyrir utan. Það var núna hennar svona aldrei létt og fljótandi útilína hérna hjá Íslandi með Andra, Gumma og Benna. Já, klóka útilínu. Já. Þú sagði. Og Andri glæsilegt sko, hann er góðu skotna. Já. Með sitt 9. mark. Ekkert úr vítum. Andri er að spila stórkostlega vel hérna núna í kvöld. Hann er að sýna það að hann verður þess að vera að spila í Bundesligunni. Já, og frábær markvarsla. Jón Þórarinn. Þetta er samt vel spilað hjá Dönunum. Er alveg galopnuð við vörðina. Getur komið þessu í 3 mörk. Greinilega vantar einhvern tíman inn á hana hjá þeim. Benni Gummi, milli 1 og 2. Já, snýr hann þarna. Skemmtilega. Þetta er snyrtilegt. Já. Andri vill fá eitthvað handa. Sjáum þetta hérna aftur. Sá þetta ekki. Skemmtileg snúlla hana. Flott. Flott mark. Já. Hann veit að það er verið að taka þetta upp. Já. Það er greinilegt. Sjáum hérna hvað bjóð okkur upp á. Óskar, Nikolaj og Viktor Klöfi hérna fyrir utan. Óskar. Já. Hann er dottinn í gír. Já. Gummi. Hann alveg fyndi hann upp úr skónum hana. Og 2 mínútur stíður fyrir hann. 2 mínútur í kjölfarið. Já. Rasmus. Nei, Jónas Rundal. Sundi kann að reyna að teygja á dönsku vörninni, íslensku strákanir. Guðmundur Bragi. Alltaf finna Elvar. Fann hann ekki. Finnur hann núna. Já. Fríkast. Þetta er fín vörn hjá Dönunum. Já, Elvar náði ekki alveg 100% valda boltanum. Sjáum að hendin er komin upp. Sjá hvað kemur blokkiringin. Elvar kemur blokk og Veran. Já, vel varið. Hjá Mattias Rex. Sem spilar hvar? Er hann í GOG? Hann er í GOG. Já. Hann er að standa sig ágætlega. Hann kom með hvað marga bolta? 5 bolta? 5 bolta. Meiri hlutin enn núna hérna í seinni hálfleik. Sjáum hérna hvað gera einu færri. Markmaðurinn alltaf út af. Frábær vörn hana hjá Andra. Já. Svolítið allt í öllu hérna hjá okkur. Já. Nú spilaði með réttendan hann hægra meginn. Tobias Miki undirmættur. Viktor Neves. Og Jón Ver. Jón Ver. Hann er í gír. Já. Heldur betur hrokkinn í ganginn í seinni hálfleik. Það er svona stemningskall. Á 11 sekundur. Gummi, þarna finnur hann. Finnur hann Elvar. Víti. Vítakast.
Já, Viktor fyrir inn í teig. Það fyrir beint inn á punktinn. Já, ég hugsa. Sjáum þetta hérna. Já, Viktor inn í teig. Viktor Neves. Ára Benni á móti Mikkel. Snýr hann á honum. Skemmtilega gert. Við ætlaðum ekki vesinni með vítaskeytur í þessu liði. Nei. Arnar Atlason tekur leikhlé þegar við erum komnir aftur 4 mörkum yfir. Já. Við svaraði þessu áhlaupi Dana ágætlega. Við höfum ekki hleypt þeim í að jafna eða komast yfir. Nei. Sjáum hérna hvernig hann breytir. Sjáum hvort það kom einhverja breytingar hérna. Áfram ætlaði að spila með réttindan hérna hægra megin. Já. Hún var skipt út í hægra horninu. Mikkel Lang kominn þar inn. Hann er óbreytt. Já. Góð vörn. Góð vörn, þannig að vörnin virðist aftur vera farin aðeins að þéttast. Já. Jón ver þetta. Hann er kominn í hvað marga bolta núna? Ég er með 9 skráðaðan. Ég get alveg verið einhvern veginn að mistelja þetta eitthvað. Sjáum hérna hvað það ætlum að bjóða upp á. Guðmundur Bragi sækir á þetta. Benedikt. Kemst lítið áleiðis. Þarna var hann eiginlega búinn að finna hann. Hann kominn hérna inn á í þristinn í vörninni, hérna stóru hávaxinn, hann leikmaður nr. 23, Júlíus Mörš. Já, og Guðmundur Bragi Ástóðsson. Hann er búinn að jafna andra, eru báðir með 9 mörk. Hvað segirðu, hvað er hann að spila, strákur sem kom inn á í þristinn hjá? Hann Júlíus Rasmussen er að spila í Norsjöland. Norsjöland. Svona að fá örfá mínútur þar í efstu deild. Stöngin. Lína dæmd á Einar. Þeir sjá þetta mjög betri við. Langt frá þessu, hann að sjáum hérna. Farin að fara þýtti hérna í pallana. Góður. Nú hlýtur höndin að fara að koma upp. Jú, hann kemur hún upp. Vörnin er að standa þétt og vel núna. Gott að fá ekki mark á þessu núna. Halda þetta út. Já, það er leiktökt.
Íslendingarnir róa að stilla upp, fá sína menn inn á í sóknuna. Já. Sjáum hérna. En þá hérna sama útilínan hjá okkur. Eftir ná, ég reyni ekki að einangra og láta að sækja á hérna. Andrea óbyr hana. Já. Var þetta kannski varið? Það ætlaði ekki bara gólfið og stöngin sýndist mér. Já, það reyndi svo mikið hann að frákast þennan. Það var engin Íslendingur hann að nálægt. Nei. Þessi ekki bara flýta hér. Já, það er sennilega það. Ókominn nýleikmaður hérna, Gustaf Wedell Brún. Flottu framburður hér, ég ætla alltaf að laga þegar að sjá dönsku nöfnin. Já, setur hann strax hérna. Hann er einnig leikmaður Norsjöland. Norsjöland. Gustaf Brún. Allir dönsku strákarnir að spila í Danmörku, enginn einhvers staðar í Svíþjóð eða Þýskalandi eða... Nei. Það er allir svona við það að fá tækifæri. Það er svona einn leikmaður hjá þeim sem er svona í ykkur svona aðal hlutverki og hann er ekki með núna. Nei, þetta er ekkert ósvip og hjá íslenska liðinu. Við erum með einn atvinnumann. Já. Já, Andri klókur hana á uppinn að skora ekki alveg klókur, nógu klókur. Já, rétt. Hann er að stöðva hraðlaupið. Bæta upp fyrir þetta klik. Já. Alltaf sterkt. Já, þá var hann að spila báðum endum allarinn sem Júlíus Rasmussen, hann á stór og stæðilegu línumæður. Hann var rosalega hávaxinn. Já, hann að finna þær hann. Og Jón Ver, herru, hann hefur meitt sig eitthvað. Þessi er náttúrulega spila saman í Norsjöland. Hann hefur meitt sig eitthvað illa, Sjáum við hérna hvað gerist. Já. Hérna, og sjá. Hann lendir illa maður. Lendir illa. Spurning bara hvort það sé ekki bara crossband sko. Ég veit ekki alveg. Hann fær eitthvað sling á hnéð. Undir hægra hnéð meina ég. Það er verið að taka eitthvað testan á honum. Hann allan að virtist sjálfþjáður hérna þegar sjúkraþjálfarinn kom til hans. Já, spurning hvort það. Sjáum þetta aftur hérna í hægri endursýningu. Og... Þetta er svolítið svona klassískt crossband. Þetta er ekki hægri fóturinn, hann leitar inn á við. Svona eiginlega spennist og mikið. Beygist og mikið. Getur verið í Litháen líka. Vonum að þetta sé ekkert alveg. Við vonum það besta. Þeir eru allan að hérna hjálpa honum upp. Það verðist ekki vera að fara að spila meira. Nei. Ágætis innkoma samt, sótti víti. Þeir eru strax búin að vefja hann bara, það ekki? Já, þeir eru að halda þrýstingnum á þessu. Það er svona bólnu ekki upp. Hann getur ekki stigið í fótinn. Nei. Júlíus Mörch Rasmussen. Við vonum að besta fyrir hann. Hérna ber hann í kongostól hérna. Á meðan, hann tekur... Mikið lang fyrir á punktinn. Það er hérna
og margir inn á náttúrulega út að vera að bera greið. 2 mínútur. Þetta. Nei. Ekkert vesen. Mikið lang á vítalínunni. Og Jón Ver! Það var ekki langt frá að verja síðan seinna, sko. Spurnum hvernig Danir komið úr þessu. Það er oft erfitt að sjá liðsfélaga sem meiðast illa. Mikið lang að gera sitt fyrsta. Nei, annar mark segi ég. 3 marka munur, 7 mínútur eftir. Þetta er hörkuleikur hérna. Sjáum hérna hvað bjóðum á. Sjáum að Andri komin í smá pásu. Einar Bragi spilar skyttuna. Guðmundur Bragi, frábæri línusetning. Elvar nær ekki að grípa hann. Þessi framhjá. Fast skot. Fast var það. Áttum þurft að beygja sig hana. Já. Frá skotinu. Jæja, þá koma Íslendingarnir aftur í sókn. Þá er Andri aftur komin inn. Já, það var ekki löng pásan sem hann fekk. Nei. Það kannski verið bara í svona hröðu sókninni. Já, hugsanlega bara varnarskipting hana. Og hefur bara ekki náð að skipta. Já. Þannig að kemur línumæður út. Andri að sækja á þetta. Við erum með Guðmund hana sem fer í alla leið. Já, vel spilað. Vítakast. Vítakast. 2 mínútna brottvísun. Já. Við erum búin að segja Marcos í leiknum. Rosalega gaman finnst mér að sjá þá hann á 2 saman. Guðmund og Andra. Benedikt fer á punktinn. Ver! Mattias Rex. Það var vel varið. Splittaði hana. Niður. Og koma Danir hérna í Arnór hefur lagt mikið með þetta, hérna línan komið út og svo kemur miðjumaðurinn og klipping hægra megin. Já. Þegar hanna. Og hann á þetta. Og framhjá. Sjáum hérna. Benni leysir. Finna línuna. Vítalykt. Ekki kemur að. Aftur. Guðmundur velur. Hann er allan ekki vesen að finna línuna. Guðmundur. Og glæsilegt. Símon. Er þetta ekki bara fyrsta markið sem við fáum úr horni í dag? Vinstra megin. Þegar ljúa er. Nema þegar Máni fór hérna í upphæðu leiks. Já, ég hugsa það. Það hefur verið mikið inn á miðju þar sem að Andri og Guðmundur Bragi hafa verið að taka skotin og ákvarðanir. Já, glæsileg markvarsla hana. Þetta var frábær línusetning eins og var hjá þessu. Arnór var ekki ánægður með sig en hann kom Jón og reddaði þessu bara. Glæsileg markvarsla. Hann er flottur. Hann að verja alveg rosalega vel. Já. Góð með 11 bolta. Já. Það er af 1 víti. Já. Sjáum hérna.
Benni á Guðmund. Danirnir búin að breyti í 5-1. Jóakim Alls kominn hérna fyrir framann. Kemur Andri yfir á Guðmund. Hendin kominn upp. Andri árás, vill 1 og 2. Góð vörn. Tobias. Stilli upp hérna fyrir Guðmund. Leysi inn. Nú kemur skotið og það er mark. 10. markið. Andri Rúnarsson. 5 marka munur. 2:20 eftir. Stefnir allt í íslenska sigur hinn í kvöld. Já, mér sýnist það. Og já, Danni nú ekkert að flýta sér neitt, sýnist mér sko. Og þarna kemur árásinn. Já, og framhjá. Framhjá. Já, 5, 1,5. Ég ætla að segja að þetta sé komið. Já, fá fleiri mörg. Ég veit það, það er skemmtilegt. Þannig kemur Andri árás. ætla að sé ekki skref. Stoppaði tímaðan. Benedikt þarf að fara út af. Hann með blóð. Hann þarf að fara út af. Benedikt var ekki sáttur með þetta. Sjáum hérna Símon aftur út. Guðmundur Bragi. Fótur. Þetta er með breinkast. Breinkast. Hendinu uppi. Hendinu uppi. 45 sekúndur eftir hérna. Já, hvað kemur hérna? Og Guðmundur skorar. 10 mörk. 10 mörk og honum líka. Glæsileg frammistaða hjá Guðmundi og Andra í dag. Já. Með 20 mörk saman. Já. Svo hinn átti að dreifast á liði. Já. Fimmtán sekúndur eftir. Dönum langur örugglega aðeins að klóra í bakkann og skori 1. Gengur ekki nógu vel hefði sóknarlega. Núna, Jón Kórunar frábæra leik hérna með markvarslu, 12. boltinn. Já, 6 marka sigur. Þarna, þetta var skemmtilegt að sjá, Róbert og Arnór knúsast. Frábær leikur í íslensku strákunum í dag. Já, eftir hérna svona geggjaðan fyrirháleik og þá svona byttu Danirnir aðeins frá sér í byrjun seinni en þeir stóðust áhlaupið og kláruðu þetta. Já. Og smá brasa á okkur hérna upp að fyrir seinni hálfleiks. En bara heilt yfir flott. Gaman að sjá varnarleikinn, 22 mörk á sig, það er nú gott. Já, margir strákar spila vel. Jón frábær í markinu, Andri og Guðmundur frábærir. Já, það er líka gaman að sjá að hérna það eru eins og hjá Dönunum að margir sem skora mörkin. Já, það er markarskorunni dreifð. Já, margir dreifð þar. Það eru sýnist 10 leikmenn. 10 leikmenn sem skora þar, 8 leikmenn sem skora hjá Íslandi. Þannig að þetta er bara flott. Það er bara annar leikur á morgun.
16:00, sami staður. Vonandi ef við getum haldið upptöktum hætti. Danir komur örugglega dýrvitlausir til leiks á morgun. Já. Þeir vilja ekki láta niðurlaga sig tvisvar hérna á Íslandi. Já. Ég bara vonast til þess að sjá alla, sér flesta í stúkunni og hérna fylgist með hér á rásinni. Já, HSI TV. Takk, hæ. Takk.